Mustafa. Ég var alltaf með nýfamlega sko. Bara upp á þetta minni. Við darfi! Hann fyrir með snjóbolti! Look, I am a robot. Now Windbridger attack. Witchdoctorinn að slátra eftir Ultrakill. Nei. Það er að prófa sokk upp í okkur hann á sko. Góðan daginn. Góðan daginn. Við erum komin hérna í Rafíþróttastúdíóið í Arína með fyrsta metaþátt ársins og það er ég, Bergur og Hrannar mér við hlið hérna sem ætlum að sjá þetta í dag. Já. En verkefni dagsins eins og einhverjum áhörendum er ljóst er sem sagt að gera styrkleikamat. Já. Og raða liðum keppendum í Kraftafaldeild 4 á sem sagt svokallaðan tierlista. Og þetta er náttúrulega allt byggt á gögnum og vísindaleg aðferðafræði hér. Já. En hérna í Kraftafaldeild 4 eru 8 lið. 10 lið. 10 lið, já. 10 lið. 10 lið einmitt. Aðeins færri heldur en í litlu Kraftafaldeildinni. Já. En það gera já, þetta eru 2 grúpar og eitthvað af svona repeating liðum sko. Það eru óreiðurnakkarnir sem tóku þátt í litlu Kraftafaldeildinni sem voru áður Kitty Curry. Alltaf heimskir sem eru orðnir AH eSports. Já. TDE Junior sem halda nafni. Já. Og svo er það Snorra Dvergarnir, auðvitað góðvinnir Kraftafaldeildarinnar. Já. Og eru örugglega liðið sem er sko með lengsta strík, þáttökustrík. Já, ætli það ekki, með sama roster, sama nafn, alltaf sama bara í mörg ár núna. Einmitt. Náttúrulega Venus hefur, sem er fyrrum Rafíþróttafélagið meira, hefur náttúrulega haldið roster svona mestuleiti sko. Já, og þar áður voru náttúrulega Fylkir. Já, en hafa skipt nafn sko og tóku náttúrulega ekki þátt í litlu Kraftafaldeildinni, þannig að Snorri og Dvergarnir fá þann titil sko. En þetta er aðeins annar svona vígvöllur heldur en litla Kraftafaldeildin. Það er búið að taka af allar þáttöku takmarkanir. Einmitt. Og stóru svona nöfnin eru komin núna á lista sko. Já. Og það má til dæmis nefna liðið TTR sem er einhvers konar samsviða af TDE og TSR með Brumma og Polli og svo Lebron, Helga, Slöng og hundinum. Já, einmitt. Og náttúrulega liðið okkar að einhverju leyti er einmitt líka TDE eða þú veist Ingu að svona er komið TDE sko. Já, einmitt. Þannig að það er svona, þú veist, þetta eru skemmtilegar, þetta eru svona spennandi roster-söflingar sko. Einmitt. En gerir það náttúrulega verkum að við erum aðeins svona, það vantar aðeins af gögnum sko leiki hjá sumum þessum liðum. Já, einmitt. En við höfum eitthvað við að styðjast með allavega liðin sem spiluðu seinast sko. Já, við byrjum núna aðeins að safna í baukinn fyrir þessi 9 lið. Já. Ná sem sagt strax og fá data fyrir þau sko. En við erum náttúrulega með data úr litlu Kraftafaldeildinni til þess að styðjast við fyrir liðin sem tóku þátt þar og eru að taka þátt aftur núna. Akkurat. Og hvað svona hugsandi þessi litlu Kraftafaldeildalið sko? Já. Er þú með eitthvað svona, þú veist, þú er náttúrulega með þitt lið sem þú þjálfaðir sko. Og þeir voru náttúrulega með mestu framfærinnar, eða bestu mætinguna eins og ég sagði. Já. Og eru mjög efnilegir sko. En svona hverjir aðrir, hverjir finnst þér að hafa mest potential svona af þessum hinum liðum? Sko ég held að, já, af hinum liðunum. Sko Snorri og Dvergarnir og óreiðurnakkarnir eru báðir, held ég, á svipuðu leveli. Náttúrulega óreiðurnakkarnir undir leiðsögn hjá Cromwell. Það Cromwell sé sterkast að spilinu þeirra. Já, algjörlega. Og hann setur oft tempóið fyrir liðið sitt sko. Þannig að mjög öflugur leinir og já, ég held að þeir óreiðurnakkarnir held ég hafa mikið potential og þeir eru náttúrulega allir gamlir spilarar svona frekar nýlega að byrja að spila aftur. Þannig ég held að ef þeir halda áfram að þróast bara með metaðinu og svona og kannski víkka aðeins hýrapúlið sitt þá held ég að þeir eiga alveg 100%
nóg inni, sko. Saman með Snorra dvergana, ég held að þeir hafa lært mikið eftir að vera þjálfaðir af Frikka og læra eflaust mikið úr síðustu viðureign. Þá aðalega varandi svona draft og svona þeir þurfa aðeins sterkari lane, sko. Já, ég held að senstu mót hafi verið gott fyrir það, sko. Ég held að þeir hafa alveg getað tekið mikið lærdóm úr því, sko. Einmitt. Og síðan T.D. Junior líka, sko, Nakata náttúrulega spila mjög óhefbundnar mid-hedger og það er oft erfitt að átta sig á draftinu þeirra, þegar þú ert að drafta mótið þeim. Já, sem er mjög mikill kostur, sko. Já, og það er mitt. Þeir náðulega oft í litlu deildinni að koma einhverjum á óvart, sko, í draftinu. Og þá er það alveg Nakata sem er að spila svona óhefbundunar mid-hedger. Og síðan er náttúrulega Smokey er alveg mjög sterkur spilari, mér finnst hann að vera svona underrated, sko. Já, Smokey Racerinn var rosalegur í litlukraftardeildinni, hann tók alveg leiki sem að voru, karja ótrúlegustu leiki, sko. Já, og þú veist, T.D. Junior geta alveg 100% verið einhver svona dark horse lið, sko. Ég er svolítið hrifinn af T.D. Junior, sko, ég er mjög spenntur að sjá þá í þessu móti og svona, þetta er náttúrulega alltaf, þú veist, þessi hætta einmitt bara á að þegar að, þú veist, spilar af mjög mismunandi skiljavelum mætast, sko, að í rauninni það verði bara, þeir séu átleinaðir, sko, mjög snemmi í leiknum og það var mjög erfitt að komast aftur inn í hann, en það geta ótrúlegustu hlutir gert, sko, þú veist, ef að okkur bara kemst inn í leikinn, sko. Já, því ég held líka, sko, í litludeildinni, þú veist, T.D. Junior voru ekkert endilega alltaf átleinaðir þó að voru að spila móti sterkara lið, sko, og þú veist, Nakata spila líka oft þannig hetjur að hann er mjög auðvelt með að hjálpa liðinu sínu, þú veist, ef hann er að spila til dæmis klokk mitti eitthvað. Já, klokk eða snappfæri eða eitthvað. Já, og þú veist, hann, þú veist, með bara einhverju einu tippi eða eitthvað, þá næri hann að snúa einhverju gangi við, sko. Einmitt. Og snúa bara saman, þú veist, snúa bara leiknum við og síðan er, þú veist, 7 líf sem er fjarkinn þeirra, sem er enda með lítið hýrupúl, en hetjurnar sem hann spilar sem er eins og Enchantress og Spearbreaker manni eftir. Það var bara virkilega sterkur á þeim hetjum og alveg að spila hátt upp fyrir rankið sitt þar, sko. Já, og það eru hetjur sem að líka skeila rosalega vel inn í leikjum. Já, þú veist, það komur óvart í með það leið, sko, hvað náðu að spila vel inn í leikjum með draftum sem litu ekkert út fyrir að rættu neitt business, sko, að vera að fara eitthvað mjög leit. Já, einmitt. Ég held að svona, ef þeir ná að gera leikinn svolítið skrítinn, sko, þú veist, það er þeim í hag, sko. Já, 100%, sko. Þeir ættu að vera svona aðeins fyrir utan þetta svona hefðbundna bara eitthvað svona 4-1-1, við erum 1 carry, þú veist, þeir eru út að spila með heitir eins og Enchantress fjarka og hérna eitthvað snap mid, þá er þetta aðeins svona flóknara, sko. Þetta er ekki bara svona klift og skorið og bara hérna. Ég held að þú veist, þeir eru ekki að spila einhverja svona hefðbundna strategíu, þeir eru bara að spila sitt dótað einhvern veginn. Og það er oft mjög gott í svona competitive, sko. Ef þú ert með skýrt identity, hvernig þú serði leikinn og þú veist, með eitthvað gameplan sem að make sense innan þess, sko. Já. Það er oft svona það sem að verður, sko, jafnvel mjög svona góðum liðum að falli, sko, að ef þeir eru ekki með skýra sín einhvern veginn á hvernig þeir vilja spila, hvað þeir eru að prioritisa, hvert þeir eru að reyna að stýra leiknum, sko. Já. Þannig að þú veist. Og það er náttúrulega ekki, þú veist, og bara þekkt í, skilurðu, competitive bæði náttúrulega Dota og öðrum íþróttum, sko, að All-Star liðin er ekki, þú veist, bestu spilarinn gera ekki bestu liðin. Það er oft spilar, skilur, bara skiptir meira máli að sé. Nákvæmlega, þú veist, allan að sérstaklega í svona mótum þá skiptir liðsheildin miklu meira máli heldur en einstaklingurinn, sko. Allir ná að fara á sömu svona lestina og maður hefur séð bæði, þú veist, í mótum hérna hjá okkur í gegnum árun og líka bara erlendis í Pro Dota að þessi All-Star lið er ekki endilega að fara að stompa allt, sko. Nei. Það er, þú veist, það þurfa allir að vera á sömu blaðsíðu til að það gangi upp, sko. Einmitt. Og svo náttúrulega spilar inn í þetta einhvern veginn að sko, að það þurfa, skilurðu, það er ýmislegt sem þarf einhvern veginn í Dota-liði og það er, þú veist, oft er ekkert svo margir sem að geta verið einhvern veginn stjarnan, sko. Nei, einmitt. Það vantar allavega alltaf eiginlega einn svona skýran leiðtoga. Já, einhvern til að svona taka ákvarðanir inn í leiknum, sko. Já, það þarf eiginlega einhver að vera stjórnandinn sem að tekur endanlega ákvörðun ef að leikmenn eru ósammála eitthvað eða þau vilja einhverju vilja fara í rós en aðri vilja ekki. Það þarf alltaf að vera einhver leiðtogi sem er að taka þess að loka ákvörðun, sko. Akkurat, af því það er eina sem er verra heldur en slæm ákvörðun er að taka enga ákvörðun. Já, einmitt.
eða það oft betra bara að kommitta fullkomlega í einhverja hugmynd sem kannski ekki svo besta heldur en að allir sé einhvern veginn sko með sitt eigið bara ein pælingu og enginn að vinna saman sko. Já, en já, til að tala um Snorra og dvergana, ég held nefnilega með þá að sko, þú veist, þeir áttu bara einhvern slæman dag í sinni viðurhaugt sko, því að já, þannig í lokin á kraftöldum þeir voru svolítið svona maður komur á óvart að þetta út það sem er þetta út sinna sko. En ég held að mitt, þú veist, þeir eru bara svo sterkir að spila saman, þú veist, þeir eru búin að vera vinir bara í skils mér bara frá því grunnskóla eða eitthvað bara mörg ár og hafa spilað Dota saman bara í 10 ár. Það er alltaf fáránlega wholesome gæjar sko, ef maður hittar og er hangandi með þeim í raunveruleikunum sko. Já, og maður getur ekki ímyndað sér að það sé neitt eitthvað toxic dæmi hann í gangi í nei, ég held líka sko. Þeir eru allir bara, þú veist, ég held að þeir séu mjög gott umhverfi held ég hjá þeim og þú veist, þeir gefast ekki upp, við höfum alveg séð á milljón sinnum með mikla seglu sko. Gefast upp, mikla þrautsi og drafta einmitt alltaf einhvern svona teamfight þannig að spila hann viðfræga teamfight stíl sko, sem ég aðeins fundist svona vanta í pikkinn þeirra upp á síðkastið, svona það sem ég hef séð, ég er mjög mikið langar að sjá þá, já, við ræðum það kannski aðeins betra á eftir en hérna. Þeir voru mitt, já, hafa svona klassist mikið verið að taka eitthvað svona algjör wombo combo og síðan þú veist náður Dark Series sko. Já, og síðan náður þú veist að gera það líka. Þú veist, þeir eru ekki bara eitthvað draft þetta og sem gerist það ekki í leiknum, þeir eru actually að og þeir spila svolítið út á að ná þeim sko, eða, veist, það er svolítið svona planið þeim og það er alltaf mjög töff að sjá það rungera sko. Já, einmitt. Við höfum ekki bara að vinda okkur í hérna að setja bútilinu nýsta? Jú, bara endilega. Þá kannski, það er spurning hvort við náum að varpa svona á sjónvarpið til að byrja með. En fyrsta lið sem við tökum þetta svona í Star Wars-söguð og þá er svona fyrsta liðið nýtt lið sem er 3K hefðunarstigsklúburinn sem að er smá mystería svona eins og er. Já, þetta er svona samansett lið. Það er sem sagt Smörker sem við kannast við úr, hann spilaði með Mínklútum í fyrra. Já, einmitt. Og hann er núna komin í þetta lið með frænda sínum honum Fitza. Sem að er líka nýr spilari í sinni að ég hef ekki séð hann áður. Já, einmitt. Hann er að taka það í fyrst sinn sko, það er mjög spennandi og hann er midlaner eða ekki? Jú, hann spilaði svona frekar fjölbreytt, ég man ekki nákvæmlega hvað hann sagði en hann spila mitt í þessu liði. Síðan erum við með Dr. Baby sem að við kunnumst öll mjög vel við. Já, góð vinnur, bara legend í seríunni. Síðan Súrda sem var spilað fyrir Rím í sensta og var kraftöldildarmestari Kraftöldil 3. Já, Súrda er held ég 5 hjá þeim. Ég held að Smörker ætlaði að spila offlane eða hvort að Smörker var 5. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þeir ætlaði að ræða þessu upp. Já, Smörker er allavega mjög solid fjarki, ég veit að hann... Já, hann er mitt, sko Smörker sagðist sko þegar ég var að svona aðeins aðstofa og setja þetta lið saman, hann sagði að hann gæti í raunni spila bara hvað sem er sko. Já, ok, já, ég trúi því reyndar alveg. Og hann sagði svona aðalega kannski þrist fjarka 5. Já, Styrmir er mjög öflugur spilari, hann er mjög versatile, mjög gott að hafa hann held í liðinu sko. Einmitt. Og er alltaf með mikið impact í þeim leikjum sem að ég hef séð að spila sko. Já, hann var það í Mínklúbnum, já. Síðan er Oddur, Jesus No. 1. Og þeir voru með sko ágætlega marga leikmenn í rosturnum sko. Já, þetta er svona kannski ekki alveg skýrt hvað þeir eru að gera og kannski ekki alveg búin að æfa sig sem lið og svona. Það er ekki alveg skýrt hver er að fara að spila hvað sko. Nei, ég veit. Þannig að við býðum kannski aðeins átakta með þá en sko bara út frá ef við hendum þeim sko upp á listan þá hérna já, þá getum kannski aðeins líka farið yfir tierina sko. Það er náttúrulega S-tier er besti tierin til að útskýra þetta og þú veist, það er einungis þau lið sem að eru á level við 2016 Brumma sem fara þangað sko. Svona peak Brummi sko. Og þau lið sem eru svona, þú veist, bara líklega til að fara í finals og eru svona höfuð og herðar fyrir ofan samkeppnina. A er fyrir allt og góða. Það eru lið sem að eiga mjög góða möguleika bara á góðri frammistöðu í mótinu og eru svona í efri partinum sko. Já, einmitt.
svo sem ekki, já, bara, þú veist, sem eru mörg lið, sko. En ekki endilega eitthvað sem að spáir, þú veist, maður er ekkit að búast við endilega með í finals, en allavega svona, þú veist, eigi topp 6 niðurstöðu, sko. B fyrir betri en Bigli. Hver er betri en Bigli? Það er nefnilega spurning. Þú veist, það er nefnilega ekki hægt að komast að þessu núna því að hann er ekki í byrjunarliði. Nei, einmitt. Þannig að það gefur mér færi á að sko gera bara huglegt mat á þessu. Og sem sagt, hann er vissulega bumbuboltameistari sko. En það er alveg nokkur lið held ég sem að ná að skáka honum í þessu móti sko. Já. Svo erum við með sko D og þá er þetta farið að vera smá svona röf sko. Já. Og það eru lið sem að sko geta vissulega séns að ná langt í mótinu en það verður brekka sko. Já, þú eru kannski að leggja ekstra mikla vinnu. Já, og líklega eitthvað svona þroskast og þróast í mótið og bara eiga gott mótskilur, bara eiga góða daga og svona. En munu vera í barningi líklega í gegnum mótið. Já. Og svo er náttúrulega seinasti tierinn sem að ég er nú ekkert að búast að endilega lendi í sko, þannig sko, en það er náttúrulega F-tier sem er einungis einn maður hefur verið í og það er Robert Consequence og það er F-tierinn. Já. Og við erum ekkert að það er ólíklegt að lenda ykkur í honum skilur, við erum ekkert að vera það er að vera leiðileg vinnendina skilur en þetta þarf að vera þarna. Það þurfti að hafa F-tier sko, það er alltaf F-tier í þessum tierlistum. Það er alltaf F-tier og þetta er bara svona leikast í dæmi og Robert er F-tier leikmaður og skilur við. Það er enda mjög fyndið sko að Robert var náttúrulega í gamla daga mikill carry og offlane spilari og síðan var einmitt þessi frumrun hans að spila sem 5 þegar að Venusliðið var svona að koma saman fyrst fyrir nokkrum árum. Einmitt. Og þá varst þú einmitt að reyta leikmenn og settir hann í F-tier sem 5 spilari. Já. Og bara look at him now sko. Já, ég einmitt spáði þessu á þeim tíma sko. Já. Og stend alveg með því sko vissulega. Það þarf kannski að fá nýja stjórnendur í þessa metaþætti eftir þessa spá. Já, við sjáum hvernig þessi spá ég meina, mótsturinn er opinn fyrir öllu, þetta er lýðræðislegu vettvangur sko, þannig að ef við erum alveg út á kúmenna lista sko, þá bara fáum við nýja stjórnendur inn hérna næst. Já. Þannig að það er bara allt opið í þeim málum sko. En við erum með fyrsta liðið sem við erum að setja á listan sko, og það er 3K Hegðunarstíðsklúbburinn og þeir eru nýr og það geggja að fá nýja fólkinni sinna. En það er ansi erfitt að koma inn sko nýr og verið liðið sem að hefur ekkert spilað saman og kannski verið ekki með neitt sko neina sérstaka high skill spilar sem getur ankorað þig fyrir aftan einhvern veginn og bara svona, þú veist, þeir eiga mjög, þú veist, þeir eiga alveg svona svolítið verkefni bæðið og figgjur út hvernig þeir vilja spila, hvernig rólinn virka, allt þetta. Ég held að þeir fara í brekkutýrin sko. Þetta var erfitt. Já, einmitt. Sökum þess bara að við erum að koma alveg grænir inn í þetta og samkeppnin er alveg frekar erfið á mörgum stöðum. Einmitt. Þannig að 3K Hegðunarstíðsklúbburinn fer í þetta var erfitt, D-tier. Annað lið, þetta er Star Wars, allt á heimskir. Þetta eru góðkunningjar streymisins, eins og við sögum áðan. Bestu mætingu í litlu kraftliðinu og mestu framför. Skemmtilegt, náttúrulega mjög skemmtilegt lið. Já, mjög skemmtilegt lið og við höfum verið að ræða svona gameplan og hafa skipt gameplan og gott identity og þeir hafa það sannlega. Þeir spila Force Protect 1. Þeir eru með Force Protect 1, þeir eru með Hilmir Guð á carry, þeir eru með Rondo sem er kapteinn og er að meika shotin í leiknum og þeir eru með Vigni sem er svona leiðtogi utan vallar. Einmitt. Er liðstjórinn og held ég svona einn af helstu drafturum. Já, svona að Vigni líka svona sko sálræn leiðtogi. Já, einmitt. Hann er svona svolítið eins og Axelin myndi ég segja. Hérna sjáum við highlights, Adam level 30 Phoenix. Þarna er Phoenixinn
þetta náttúrulega galið sko. Heimski fuglinn level 30 að spila á móti Axaranum sem að heldur hann sé með counterpick sko, en þetta nefnilega aðeins, þetta flóknar heldur en þetta maður heldur sko, þegar að fólk með svona hátt level á þessum skrýtnu hittum sko. Þarna kemur Palli Manssonur ætlar sér að gera eitthvað við fuglinn, en það ansi erfitt að berjast við spiritana sko, og Marci litla mín bara feig þá það sé sem en já, ekki það að við þurfum svona að lýsa öllu þessu sko, en einmitt vissulega skemmtileg lið og eiga þessi svona skrýtnu pick, en náttúrulega með Pudgeon og Phoenixin sem gefur svona skemmtilegt spice inn í strategíunu sko, en það sem mitt var svona ástæðanir mitt sem voru valdir sem besta framförin í litlu kraftfélagdeildinni var bara þeir voru með svo solid sko, þú veist, þeir voru búin að koma sér upp svo góðum svona playstyle og góðu líka sko, hvað segir maður, svona hvernig sko standa í hvernig svona line-up sko, þú veist, liðsveldin og hvernig spila með hvorurum og þú veist, þessi fight svona gott dæmi þetta, þeir eru með healerinn og svo Karim fyrir framann og Rondo að hlaupa inn og kasta spellum og vera annoying og það, þú veist, þeir eru að séra rosalega mikið damage og þú veist, þetta líka á móti liðinu sem að fór í úrslitin sko, á móti TSR einmitt, já. Þannig að þetta ekkit einfalt sko, einfaldir óvinir að mæta, King Kristan og óvinum og svona. Og ég rosa spenntur að sjá þá í þessu móti og svona, þú veist, að sjá svolítið svona hennan svona, þú veist, þeir pikka mikið af stönnum, þeir pikka mikið af svona solid 5-manna line-upum með sterkum carry. Og það rosa skemmtilegt sko allavega áhorfsefni og líka bara, þú veist, þetta öflug strategía, bara búið til space, þannig að Karin ready og svo mætið 5 saman með stönnin ykkar og fætið sko, en þetta, þú veist, þetta svo settable fyrir eins og aðrir skilur þá mögulega að vera outlainaður sem alltaf hætta sko, að komast ekki í 5-manni einhvern veginn sko, en þannig að það svona kannski ákveðin svona brekka fyrir þá, getur verið að myndi svona meira hæskil liðanum sko, en já. Ég held einmitt, já, sko AH eSports, þeir spila virkilega vel saman, held að mesta hættan sé einmitt bara ef að þeir missa fókusinn í hálfa mínútu, þá getur það verið alveg delli á móti liðum sem eru sterkar en þeir sko. Já, og kunna kapitalisa þegar koma einhver svona. Já, og þú veist, þeir spila virkilega vel saman og þurfa að halda áfram að gera það 100% á móti þessum liðum sem eru kannski reynslu meiri, en ég held nefnilega að þeir eru virkilega sterkir á móti liðunum sem eru ekki endilega, ekki þessum topp 4 bestu lið, sko, þá eru þeir virkilega sterkir og þeir geta alveg 100% fara langt sko. Þannig að eigum að fara að henda þeim í eitthvað tier. Já, gerum það. Hvað finnst þér svona hero pool hér að vera líka svona sérstaklega kannski hugsandi út frá því að þú veist það búið að nerfa þessar lúnur, þú veist, heldur að þið séu alveg með nógu stórt hero pool til einhvern veginn sko, drafta á móti þessum ég held nefnilega að við höfum ekki séð ennþá að þeir eru eitthvað inni peak Hilmi sko, allar uppáhaldsheituna hans eru hafa verið frekar dogshit upp á síkasti sko. Þannig að og ég held svona það sem þurfti mest kannski að bæta við væri mitt fleiri hitjur á kannski mitt og fjarka, en sko Adam samt líka, þú veist, hann hefur spilað marga leiki í gegnum tíðina og hann þekkir allar hitjuna mjög vel, þannig að það væri mjög auðvelt fyrir hann að bæta við sig hitjum. Mín spurning sko, Adam að fara að æfa sig? Já, það góð spurning sko. Og það alveg mikilvægt sko. Ég held að Vignir þurfa að svara því. Já, þú veist, kannski þetta svona liðsdæmi sko, að þeir þurfa bara að hringi í hann og þú veist, bara mæta bara þú veist, klukkan eftir kvöldmat og við erum að fara í rangt og þú ætlar ekki að spila Phoenix eða Pudge, þú ætlar Hann náttúrulega yfirburða, hann sýnir algjöra yfirburði í þrjósku sko. Já. En já, þeir þurfa bara að tala sín á milli það sko. En já, AH eSports sko,
það spurning sko, mér líður eins og mótið sé ekki sko, þeir kom inn í þetta mót og þetta var erfitt sé ekki endilega sko, hvernig þetta svona, þú veist, hvernig landslagið liggur fyrir þá. Eru þeir alltaf góðir? Já, ég myndi nefnilega sko, það vantar eiginlega sko á tier eiginlega hann á milli sko. Mér finnst þeir vera svona, þeir eru kannski aftast í allt of góðir eða fremstir í B. Já, ég myndi segja þeir væru betri en Bigli, sko. Já, þeir eru kannski fremstir í B eða svona framalega í B. Já, þú veist, þeir eru ekki, ég myndi ekki endilega, þú veist, ég myndi alveg segja þeir ættu séns á góðri niðurstöðu, en þeir væru ekki svona lokk fyrir endilega, sko, top 4, top 6. En þeir getur komist þangað og það held ég betri en Bigli, sko. Einmitt, já. Þeir eru mjög sterkt svona middle of the pack lið, sko. Já, algjörlega. Og hafa, einmitt, eins og þeir sýndu í Litlukraftsdeildinni, þú veist, þeir eru búin að taka út þroska, sko, og bætingu, þannig að það er mjög gott, sko, svona fram í veginn að þeir geta bætt sig meira og orðið ennþá sterkara lið gegnum þetta mót. Einmitt. Þannig að B-tier fyrir allt á heimska. Næsta lið á dagskrá rafíþróttafélag Arena. Við erum ekki óháðir, þannig að við gerum þannig að chatið má velja tier fyrir þetta lið. Setur liðið í það styrkleikamat sem að chatinu finnst viðeigandi. Það má bara skrifa bara S Arena eða F í þann tier sem að chatinu finnst mega með sens. Þannig að við setjum þá bara seinast inn á listan og gefum chatinu smá sens á að segja sína eða við sína greiningu, sko. Og hérna eru einhver highlights, einmitt, Yngvi og Snorri flottir hérna á Prophet og Tusk. Já, ég hef svo sem aldrei séð þetta. Veit ekki alveg hvað að gerast hérna. Þarna einhver verið að blokka einhverja putsin, ok. Svona flott að taka 2 svona bildi sem að getur blokkað landslagið með, sko. Mjög flott. Þarna verið að arpía millininn, veit ekki alveg hvað hann að spá. Ok, hann verðist vera frekar fegur hérna. Krókaður, alveg að fara að deyja hérna. Það ekki bara dáinn. Nei, hann er að gera eitthvað. Hann er að gera eitthvað rosalegt. Ég get ekki verið að kommentera á þetta replay, sko. Það er aðeins svo mikið. Við skulum kannski förum bara í næsta lið. Já, við förum í næsta lið. Á meðan chatið er að svara. Það er virkilega spennandi lið. Það er Next Level Gaming sem er með næstur í rauninni. Einmitt. Og þar er náttúrulega ýmislegt á borðinu, sko. Já. Það er hæsta MMR lane Íslands, Hobo Harry og Chromium. Mest Metaslave picks Íslands. Mestu pub fíndanir. Einmitt. Vita nákvæmlega hvað er sterkasta pubmetað í dag. Grétar Ari, handbolta stjarna Íslands, markvörður Íslands. 3 immortalar með tölu. 3 immortalar með tölu, 5 immortalar og 3 með tölu. Já. Og þetta er sannarlega, sko, Chromium All-Stars liðið. Hann ákvaða hann er hættur að vera kennari og ætlar sér að vinna núna og fær legendary streamerinn Hobo Harry með sér hérna á lane, sjá eitthvað svakalegt gang. Þetta úr seríun á móti Óruðurnökkunum. En þetta er rosalega staklið, sko, og við erum með Bigga frænda, þú veist, það er allt til staðar, sko. Já, Biggi frændi, legendary player í sinni hérna hjá okkur og síðan Snævar Vú að spila eitthvað Micro Starcraft dót, sko. Og Chromium svona bara, þú veist, Chromium fátt sinn draum uppfyllt hann að vera bara, spila bara eitthvað carry, hetju. Já. Og ég er virkilega spenntur, sko, fyrir þessu liði. Hins vegar. Já, það
mjög gaman að fylgjast með þeim og við höfum nú skrifað nokkuð við á sem líka stór skemmtun og þeir geta 100% farið langt, farið í topp 3 jafnvel unnið mótið ef að þeim svo sýnist Ég myndi segja á blaði þetta definitely lið sem favored að bara vinna mótið þú veist, ég alveg segja það Já, það einmitt þessi 3-4 eða svona 4 lið sem að eru kannski að berjast topp 3 allána og ég held einmitt að planið hjá honum Fannari í ár sé að fara alla leið hvað segir maður leggja Venus niður og taka titilin heim Rýmkillarnir, það NGL, það stóra spurningin og ég held að þetta liði góðan sens í það af öllum þeim svona keppinutum sem hafa birst í gegnum árin það hins vegar svona ekki alveg víst með þetta eru virkilega góði spilarar og við höfum einhverju hugmyndum svona hvernig þeir ætla að læna upp rólunum og hlutverkunum í liðinu sannarlega skilur leinin alveg skýr en annars spurning hver svona sinni hver hlutverki Já Gretar náttúrulega gamall, hann var supportspilari í sínustu kraftadeildinni og mjög mikill svona teamplayer og virðist svolítið vera hugmyndin sé að hafa hann á þessum utility stunner teamfight hetjum frá miðjunni Já, hann spila náttúrulega hetjur eins og Magnus, Puck, Pango Kvop reynda líka sem að fittar ekki endalega inn í þetta en hann spila svona þessar típisku midhetjur, Hann mjög góður í það takkana sína og hann mjög góður að, kasta spilum Það alveg definitely og svona teamfight, allt sem kemur við svona teamfight Hann bara þessi klassíski 2015 mid-spilari Já, hann svolítið svona S4 í Alliance dæmið Ég ekkert að taka allt mikið, hann ekki að spila hann ekki þessi greedy greedy midlaner sem bara carry basically Nei Og þeir virðast alltaf að læna þessu upp með því að hafa Snævar á þessum sammanhetjum á eins og Lycan sem mjög svona öflugur núna og Lycan og Beast og svona en hins vegar svona kannski það sem ég set spurningmerki við hvernig að því að Biggi frændi ólíkita tól á fjárkanum og hann ekki endilega þekktur fyrir að vera svona sérstaklega svona sakrifísjalega þannig hann svolítið svona Já, það náttúrulega mjög greedy hann mjög greedy og hann kaupir skrítin item og maður skilur ekki alveg hvert hann að fara stundum og hann þarf svolítið svona sitt svona Ég held að þetta lið sé nefnilega virkilega greedy og það mögulega hægt að refsa með einhver svona bara early aggression og refsa þessu greedy line sem þeir fara í náttúrulega Hobo líka sjálfur alveg frekar greedy en þeir kannski komast upp með það af því að þeir eru ógeðslega góður að leina og þetta safe-lane alveg ógeðslega sterkt Já, þetta eru bara örugglega 2 af bestu leinurum Íslands í sinni, komnir saman alveg definitely og eru náttúrulega sífellt að spila rankleiki með hverjum öðrum Já, þannig að þeir kannski komast upp með þetta greedy sem þeir eru að fara í Einmitt en svona mattsandi ef maður mattsar upp eins og á móti liði eins og Venus sem traditionally mun minna greedy og mun meira svona mun meira svona einhvern veginn action og team move oriented þeir eru hafa oft verið að spila með einhverju deficiti en á bara komast aftur inn í leikinn með að spila svolítið conservative og bara meika rétt move á réttum tíma Það verður áhugavert að sjá hvernig svona þetta klassar Já, einmitt. Já, ég verður mjög spenntur að sjá þessi 2 lið mætast En svona Fannar svolítið svona, þetta liðið sem hann hefur möguleika að ná sínum fulla potential sem carry spilari held ég. Já, algjörlega, ég held að Og það svona eitthvað sem við höfum kannski ekki endilega séð alveg ennþá Spennandi. Einmitt, nákvæmlega. Þannig að NLG án efa eru á brummi 2016 level Já, sammála því Þetta lið ætti mögulega sens í brumma árið 2016 og fara þá í S-tierinn Mjög líklega að komast í top 2 Mjög líklega að taka mótið, myndi ég segja Einmitt. Mjög spennandi að fylgjast með þessu liði í þessu móti Já eigum við að vinda okkur þá bara í næsta lið sem að Já, Óriðu Nakar Nei, PVF næst Nú þetta ekki, þetta í fórhúsröða mér Já, ég skil, Óriðunakarnir Óriðunakarnir, það fyrrum Kitty Curry Já Fyrrum Ocean Madness Legacy lið
sannkallað. Papparnir komnir aftur, heimtir frá Helgjum, aftur í dóðasennina. Við gleðjumst í, mjög ánægði með þá. Það Cromwell, það QT, Bólsleilíní, tekismestarinn, Arneus og hver mér að glemma? Nefndi 5, held ég. Já, ok. Já. Og einhver var með Túra, Túra, það er bræðinir, Cromwell og Túra, sko. Já. Og þetta það var mjög gaman að fylgjast með þessu liði í litlu kraftaliðinni. Þeir eru með áhugaverðan stíl af því þetta snýst allt Cromwell. Cromwell er mjög sterkur spilari, mjög góður leinir, mjög svona, getur verið mjög pressi, bæði góður að leina bara á leinu en líka mjög svona góður að setja pressu. Og það sem að þegar þeir voru eiga góða leiki, þá voru þeir hreinlega bara að fylgja sér fyrir aftan en Cromwell Pango eða Cromwell Timber eða eitthvað og náðu bara að setja ógeðslega mikla pressu og loka leikjum oft. Bara út frá þessu. Og hann á nokkrar hetjur, hann er með Pangoinn sem var mjög öflugur, ég veit ekki hversu sterkast þessi hetja er núna eftir að kannski koma í ljós. En svo var hann með Timberinn sinn, Axe, Lína var eiginlega svona einn af sterkari kannski kontendurunum í þessum meta. Já. En svo kannski voru veikleikarnir eins og þeir voru kannski sædlininn og þeir voru mikið að nota Sun-King. Sun-King er ekki sama hetja hann var hérna í haust. Og ég vil sjá þá, ég held að þeir þurfi aðeins að uppfara hýrópólið sitt. Bæði að athuga eins hvað geta verið að nota í staðinn fyrir hennan blessa Sun King af því að hann er ekki þetta first pick lengur oppressive hetja. Nei. Og búið að nerfa þessi item og svona skilur og þannig að ég er svolítið spenntur ef þeir ná einhvern veginn að uppfara smá pickin sín finna einhverja góða metahetjur sem að passa þeim og líka bara fyrir Cromwell að eiga ég held að hann þurfa að eiga svona 5-6 mjög powerful hetjur á miðunni svo að sé ekki bara hægt að taka hann út í pikkunum Já, og við sjáum hérna eins og í klippinu sem við sjáum þeir eru með þeir spila vel saman, þeir tala mikið saman Þeir hafa þetta synergy að hafa spilað saman í mörg ár Já, þeir eru með skýrt gameplan og hvað þeir vilja gera þetta snýst mikið Cromwell og ég held bara eftir því sem að líður á móti og sem að þeir ná að bæta við sem fleiri og fleiri hetjum þá verður liðið bara hættulegra og hættulegra Já, ég held að það sé alveg rétt höfður og já, það er mér þeim vantar kannski bara aðeins fleiri hetjur á offline en ég held þeir spila einhvern veginn svona smá blöndu af svona í svona fyrri part leiksins snýst leikurinn mjög mikið Cromwell og hann stjórnar tempónu algjörlega fyrir á og síðan færa þessi svona hægt og rólega inn í svona 4 Protect 1 teamfight stíl Já, þannig að þeir spila, þess að þeir spila náttúrulega mikið á Lúnu, þeir spila Gyro Lifestealer, þeir enda á að fá eitthvað carry sem er gjössulega óstöðandi Já, á að vera late game bara gæinn Já, þannig að ég held að Cromwell sé mitt aðalega gæinn sem er að koma þangað offlineirinn eins og hann hefur spilað Sun-King mjög vel og hann næri mitt ofta að delaya einhvern svona tower pushum og hann er að cutta waves og bara Cromwell plus Túra svona tím, spila milli þeirra hefur verið mjög impressive þeir kunna, ef þeir fá hetjur sem eru góða saman og ná að geta gert stöf saman og komboða einhvern veginn þá er þetta mjög scary lið Já, það er bara spurningin, þú þarft að komast á þennan stað í leiknum, þú þarft að vera með góð hetjur sem að leina vel það er ekki nóg bara að peka 5 teamfight hetjur og vona að komast inn í midgame þar sem að allir fara að fæta 5v5 Já, mitt og það er svona á eftir kannski smá að koma í ljós hvernig metað mun þróast bara svona varðandi þetta því við erum að koma úr meta sem er mjög teamfight heavy, mjög oru heavy einhvern veginn að voru þessi Underlord og Sun-Kingar sem voru að dominita öllu og það virðist vera svona eitthvað annað að fara það voru náttúrulega þessi nerf á orunar og Sun-Kingin er dottinn úr favor og svona þannig að þetta verður aðeins að koma í ljós hvort að þeir geta adaptað við svona breytta kringumstæður í Já, mér finnst það mitt svona metanu. Þetta teamfight oradót er smá á leiðinni niður og svona meira greedy og já, bara svona vera aðeins meira greedy á mappinu spila hetjur sem að eins og Línu, Bloodseeker sem verður að drippa 1 og 1 í einu ég held að það sé svona á leiðinni upp
og þú veist, með offlaneera meira svona, þú veist kannski meira bara að reyna aðstoða middiðin og Curry en að gera það sem þeir vilja gera, sko, og spila kannski meira control hetjur eða jafnvel einhverja healera eins og við séum Abaddon og Dawnbreaker til dæmis. Já. Þannig að ég held að með svona utility offlane sem samt ekki bara áhrur. Ekki bara íta áru öðruvísi, hetjurnar sjálfar eru með eitthvað utility á sér. En það sé svona líka á leiðinu upp. Þeir voru svona lukkuð smá rösti, voru við að spila á móti Next Level Gaming sko í fyrstu seríunni sem mjög erfiðasti opponentinn sko. Stóðu sér samt alveg drengilega á móti þeim sko. Algjörlega, en eru kannski smá rösti en þá en örgulega bara ná að, þú veist, nýta þessa seríu sem svona smá svona peppara, þú veist, að koma sér í gang sko og svo munið þeir eiga þægilegri seríur setna í groupstaginu. Já. En já, Cromwell rosalega spilari og ég held að þeir einmitt hafi definitely gott potential að þið ná að svona fylgja sér fyrir aftan hann og mynda eitthvað svona solid plan sko sem við getum fylgt honum eftir en við kannski bombum með þeim á listan ég hugsa sko þetta hann einhvers staðar milli B og D hugsa ég Já, ég myndi segja bara í B fyrir aftan AHI Sports Já, ég hugsa það, mér finnst það röggrætt sko. Mér finnst þessi tvö liðið mitt vera svona frekar jöfn, ég held að AHI Sports séu aðeins meira inn í bara nútíma Dota heldur en óreiðu hnakkarnir en ég held að bæði lið hafa svipað potential sko, þannig að þetta eru mjög svipað lið sko. Já, algjörlega og þeir eru mitt upp á strategíu svona eitthvað samleið sko. Já. En við erum þá komið með 4 lið á blaði sko og það er þá PVF sem er næsta liðdagskrá. Já. Nú þetta samsuða úr nokkurum áttum sko. Þetta við erum að tala um Kuta og Harrison Solo séu vera litlu kraftildiðunar. Tiny og Harrison Solo. Já, Tiny, Kuti, já, hverir. Þeir eru litlu kraftildiðuna. Þeir, svo er það Pupbuffet, skúli. Legendary nýr spilari eða þannig en svona kom til okkar í samfélagsins fyrra in-house legend og mikill ladderfínd Já, einmitt þarna séum við fyrsta leikin á móti mitt Venus sem er sannlega mjög erfitt lið Já og sem sagt Tiny að spila á Axe sko, hann að spila einmitt offline núna fyrir frá karriérinu og svo erum við með Ivan og Pupbuffet, Saflin og Low á miðunni sem er alveg nýspilari. Nýspilari. Ég hafði ekki séð hann áður fyrir þetta en hann einmitt bara sendi inn skilaboð á Discordið og kemur í ljós að hann er bara, nýr immortal íslensku spilari. Já, og svona virðist þurfa frekar einmitt bara nokkuð promising leikmaður er með immortal rank og svona spilar allar þessar helstu. Já, ég held einmitt að einn af styrkleikunum hans er að hann spilar fjölbreyttar hetjur. Þarna sjáum við alveg svona 5-man Dota með Death Profitinu. Og við höfum nú aðeins verið að skrimma við það og þeir eru alveg með sitt identity. Þeir eru alveg frekar hratt búin að móta hvernig þeir vilja spila, hvað þeir vilja gera. Þeir eru mjög duglegir að æfa sig sko, sem er mjög mikill plus. Þeir eru búin að vera virkilega duglegir að æfa sig og það er bara, þú veist, hjálpaði mjög mikið núna að koma inn í þetta mót hvað þeir eru búin að vera duglegir að æfa sig. Einmitt, og við sjáum að alveg standi í hárunu á Venusi sko, þó þeir enda að tapa þessum leik en þá þeir eru alveg að, þú veist, að taka slægin sko. Einmitt, já. Og ég held kannski ef að, þú veist, Tiny hann náttúrulega er að spila núna offline, var Curry síðast. Ef hann er að ná að bæta við sig þessum offline hetjum, þú veist, náttúrulega Axena sem er mjög sterkur. Ef hann er að halda áfram að spila þessu offline hetjur og gera það vel og er ekki með eitthvað lítið hero pool, þá getur það orðið virkilega sterkt lið, sko. Algjörlega, og það er bara svo mikið value að hafa þessar hetjur sem Gísli er með, að hafa hann Phoenix, Nyx. Gísli er náttúrulega frábær spilari. Þetta eru bara hetjur sem breyta leiknum, algjörlega, og það er svo mikið strategic value að hafa spilar eins og hann í rostanum, sko. Sáum það bara í finals á kraftalildinu, sko, hvað þetta breytir miklu. En já, spennandi lið, náttúrulega við erum ekkert með endalaust mikið af upplýsingum það en við höfum spilað nokkuð leikið mótið þeim og erum spenntir fyrir þeim en Já, ef við kannski bara ræða þeim á listan ég myndi slumpa þeim á listan einhvers staðar þeir náttúrulega hafa ekki reynsluna svo sem frá alveg sömu svona tímpilega reynslu og allir eins og alltaf heimskir eða Kitty Curry eða óreiðunhakkanir
En mér finnst þeir samt alveg vera svona á svipuðu róli sko. Já, núna sko sérstaklega þegar við erum búin að spila svolítið við það og aðeins búin að fylgjast ég allan aðeins búin að fylgjast með þeim ég held þetta getur verið kannski svona aftarlega þarna í A-tier sko. Já, ok, einmitt, þú myndir alveg, ok. Ég held að einmitt allt og heimskir séu svona á mörkunum að komast í A ég held einmitt að PFF séu svona búinir að slefa inn í A. Já, einmitt. Myndi ég segja allan annars svo séum líka ekki að enda á að setja bara öll liðin í B-tier sko. sem ekki NLG eða Venus. Ég fíla þetta, allt og heimskir í B-tier en PFF eru alltaf góðir, þannig að þeir eru í A-tier. Já, ég held að þeir svona slefa yfir B-tierið sko. Og einmitt að bara... Og eru með sko, þeir eru bæði með þetta, þú veist, þeir eru virðast þeirra með fínt týraból á miðinni, fínt bara sterkt týraból á safe-linni, þú veist, Ívan spilar alveg blóttsikur, dró, putts, alls konar heitur. Skúli spilar mjög sterka support þegar sko. Já, Skúli mjög fjölbreyttur spilar sko og þú veist, hann með þú veist, 100 leiki á öllum hitjum bara í leiknum skilur. Og þú veist, það frekar auðvelt fyrir hann held ég að þú veist, þeir rifja upp einhverja hitju sem kannski langt síðan að spila í. Og hann mjög fjölbreyttur spilari og þú veist, hann getur spila bæði þess að melee, healer, fimmur og hann getur líka spila bara hitjur svo Lich eða whatever skilur. Hann spilar líka sérstaklega þessum patchi mitt, spila Lich og spila Abaddon sem bara huge plus að geta pikkað þessar hetjur og þetta bara langsterkustu supportanir. Já, og síðan sama með Ívan sko sem reyndar svona alveg gammal spilari og frekar nýlega, þú veist, ég held að sé hvað 1 ár eða eitthvað síðan að byrja aftur í Dota. En hann mitt sko þú veist, hann spilar hetjur eins og drá og spilar þess að hardcarja en hann hefur líka verið að bæta við sig eins og þessum carry putt sem svona nýlegur og var í rauninni ekki til í gamla daga sko, en hann samt alveg að svona uppfæra hetjurna sína líka og svona detta inn í metaði núna. Og ég held að það sé svona, þú veist, ég held að það sé góður andi í þessu liði sko. Þú veist, það með Sverrir alltaf glaður og kátur og hérna Gísli líka, þú veist, Gísli og Sverrir eru góður vinir og þú veist, hérna og Skúli alltaf, bara, einmitt, þetta allt svona, ég hef ekki spilað með low skilur en ég bara svona sjá þess að gæja sko, ég held að það sé alltaf gaman hjá þeim og þú veist, þeir eru búin að við erum búin að spila mjög oft við og þeir verðast bara svona taka töpum mjög vel sko, sem mikill kostur, þannig að ég held að það mjög góðan bara... Já, ég held að séu frekar bara jákvæða spilar og eins og á móti Venus sáum við, þú veist, þeir voru ekkert að gefast upp. Nei, þeir eru alveg bara að hjóla í það þátt fyrir að sé ykkur nefnilegt og þess að þetta er bara nákvæmlega sem það þarf að gera sko. Manni hvort það var í það var örugglega í seinni leiknum, það var í fyrsta leiknum örugglega. Það sem að Venus var aðeins að keyra yfir á eftir leinið en þeir þú veist, stóðu samt alveg í þeim sko. Þannig að ég held að þú veist, þeir eru frekar jákvæða spilarar, þeir eru ekkert að fara að gefast upp. Þú veist, það er góðu leið í sandi finnst manni allavega. Þannig að já. Það bara nákvæmlega það sem þú þarft skilur. Það bara, ég meina, þeir eru með pick-in, þeir eru með skilur spilarana, þeir eru með góðan leiðsanda, þú veist. Það er ekki mikið meira sem þú þarft til að komast langt sko. Nei, mitt. Þannig að líst vel á þetta leið, ég er spenntur að sjá hvernig þeir munu koma út úr þessu móti. Já. Snorradörgan eru næsta dagskrá, þeir eru aftur góðvinir mótstjórnar og voru búin að ræða aðeins inn á þann. Já, það er svona kannski aðeins að vera tvítaka sig þá, þú veist, þeir eru með teamplay aspekt, þeir eru með góðan mentality, þeir eru með sína eigin hetjur og eitthvað svona, þeir voru held í svona að developa eitthvað svona internal system, svona priority system á hetjunum sem í seinustu deild sko, sem Frikki var svona að hjálpaði með. Já. Það var eitthvað svona aðeins, þetta var eitthvað aðeins laust í límingunum hann í lokinu hjá þeim. Og svona virtust voru kannski smá losalegir einhvern veginn í strategínu sinni alveg í lokinu á mótinu en áttu það mjög gott mót í heildina sko. Já. Þannig að hérna ég held að það sem hafi verið virkilega mikilvægt fyrir þá var þú veist að hugsa meira en bara þetta teamfight. Þú veist ef maður horfir á það núna versus fyrir 1 eða 2 árum, þeir eru töluvert betri í að leina, þeir eru töluvert betri einstaklingar 100%. Og þú veist, á sama tíma er það ennþá... Geta tekið við að móti meiri pressu, sko. Já, og þeir eru ennþá betri liðsheild, skilur við, eftir allt þetta. Þú blandar svo saman, sko. Og hérna eru til dæmis að spila móti, áttu mjög erfiða fyrsta ránd líka á móti TDR og eru alveg að, þú veist, ná að 50-50 á móti sem liði, þú veist, 25 mínútur, 1K networth, minn en
Já, netto til lít sko. Í þessum leikja með þetta leikur 2 hérna, þú veist, þú veist, það munaði ekki miklu að þeir myndi ná að vinna þann leik sko. Þú veist, þetta var mjög jafn leikur og hérna sjáum við úr litlu deildinni, hérna eru að spila móti. Það kemur Darkseerin sko, þetta er rosalegt. Það kemur bara hvítt á skjáin og allir eru dauðir sko. Geggjað að sjá þetta Sun King Darkseer hérna dæmi sko, ég mikill fan af því. Já, við erum náttúrulega, þú veist, Mótstjórn virkilega hrifin af þessu liði, þetta bara frábært lið og við vitum alveg að þeir eiga mikið inni long term í uppáhaldi hérna hjá Mótstjórn sko. Þannig að við erum spenntir fyrir þeim. Þeir muni eiga erfiðara mót hér örugglega heldur en í litlu kraftaleldinni, þannig að þú veist, það er ekki endilega hægt að dæma það alveg út frá sko bara loka niðurstöðu þar. Þeir voru mjög sterkt lið í deildinni þó þeir áttu inn að komast lengra myndi segja í bracketinum heldur en þeir enduðu, þannig að hérna varandi annað með þeirra, já, það er náttúrulega bara mitt, þú veist, þeir eru búin að improva sér mjög mikið í early-gameinu en það er alltaf þessi hætta á að vera outpickaðir og outleinaðir sko á leinunum sérstaklega. Þetta er svona endur tekið þema en ég meina, ok, þetta er svolítið mikið svona hvað Dota boilar niður í þegar þú ferð að vera að spila hærra leveli sko. Já. En já, svo er náttúrulega spurning svo hvort að Óra-nerfið hafi verið þeim ofviða. Já, ég held ekki. Ég held að þeir halda áfram að spila, þeir halda áfram að adjusta. Ég held að það sé alltaf lagi. Það er kannski eitt verðt að við minnast á að okkur skilst allan að N-Penguin sé núna að fara að spila mitt hjá þeim. Já, þeir eru komið og Thunderbird Carry. N-Penguin náttúrulega virkilega sterkur mittspilari en ég hef ekki séð mikið af Thunderbird Carry en hann eflaust getur spilað fyrst þeir ákveða að gera það. Já, ég er alltaf spenntur, það lítur að vera eitthvað pæling á bak við þetta. Já, þannig að við erum bara spenntur að fylgjast með þessari þróun á þessu liði sko. Algjörlega. Við varum að ræða þeim í... Já, setjum það á tílistan sko, ég hérna þetta er, þú veist, málið er sko ég hef smá tilfinningu af því að ég sé ekki svona komandi inn í mótið. Mér finnst eins og heiturnar að hafa verið nerfaðar. Mér finnst eins og þeir eiga smá svona, þú veist, að muni vera smá erfitt fyrir að finna einhverja leið til að láta sitt dót virka í þessum patch og þannig að ég er smá að haldast að við sitja í að þetta verði erfitt fyrir það sko. Er það? Ég er meira bara aftarlega í BS sko. Eða mér veist að vera á svipuðu leveli og AH eSports og Óriðnakkarnir sko. Kannski, já, mér veist að vera á svipuðu leveli en ég held nefnilega að þeir eiga svo mikið inni. Þeir eru kannski frekar þeir eiga definitílega eitthvað inni. Þeir eru kannski frekar svona aftur þá eru þeir kannski frekar svona álíka eiga margt sæður með Óriðnakkarnum sko. Ég myndi hugsa að þessi lið væri svona frekar ívinlega matst ef það myndi hittast. Þannig að við skellum Snorradragonum aftast í B-tier, held ég. Já, ég get eiginlega ekki samþykkt að mínu menn fari í DS, sko. Það er bara hegðunarstiðsklúburinn sem að chilla með D-tier. Já, það er náttúrulega, við vitum svo lítið það, sko. Það er mjög erfitt að tala eitthvað sem maður hefur ekki séð, sko. Jú, það er alveg rétt, sko. Og einmitt, það er alltaf bara þetta rými til að bæta sig sko og sanna sig. Einmitt. Og gott motivation að tróða sokk í mótstjórn. Ég meina við settum Robert í F-tier hérna fyrir nokkrum árum. Jú, einmitt. Og eftir það vann hann 3 kraftvéladeildir og mætti rauninu segja að væri allt mér að þakka sko. Já, það mætti segja það sko. Þannig að hafið þetta í huga. Já. Þeir lendir í D-tier eða F-tier jafnvel. Næsta lið, það er TD Junior. Já. Þetta er eitt af uppáhaldsliðum mínum. Einmitt. Við erum aðeins búin að fara yfir þetta sko, Nakata, Spicy Midlaner, óvinnileg picks. Mjög mikið svona potential á einhverjum rugling í draftinu sko, þegar fólk er ekki preppað fyrir þessi midlane pick og fjarkana og svona. Eina liði sem er að spila mitt Ends til dæmis og svo hérna glæsilegt stönn hjá honum. Ég elska að horfa á þetta snap middót sko, þetta er svo gaman.
er mjög mikill ömmu fan sko. Þessi leikur, þetta var epískur leikur sko. Þetta er á móti Endurköllunum, já, einmitt. Já, og þeir voru að skítapa allan leikinn en ná síðan einhverju ruglu kompaki hérna. Kata að splittfæra á alla sko. Já. Þetta er rosalegt. Þetta er á móti Leifunum, já, með Hungdaddy. Já, Hungdaddy er standin, já, ég las bara Hungdaddy einmitt, já. Akkurat, Hungdaddy Razor, Legendary. Hungdaddy og Smokey eru bestur Razorar í senunni, sko. Jú, ætli það ekki. Ég myndi alveg segja það, ég er mikill fan af Hungdaddy Razor, sko. Já. En hérna, eins og ég segi, sko, þeir hafa haft Coach Slunk sér til halds og traust. Hann verður vonandi eitthvað til staðar fyrir þá í þessu móti, en er náttúrulega að spila í TDR, þannig að... Já, sko, orðurómurinn segir að TDR Junior og Slunk hafi verið saman í Dota sumarbústað þessa helgi. Dota sumarbústað í... Að æfa sig, undirbúa sig fyrir deildina, almennilega. Þetta er geggjað. Og það er einmitt það sem við viljum sjá. Já, 100%. Og það er gott að hafa Slunk í horninu, sko. Hann er haukur í hornið að hafa, nei, hvað sem er. Það er allavega gott að hafa hann á hliðalínu, sko. Já, einmitt, og ég held nefnilega, þú veist, þó að Slunk sé sjálfur að spila, ég held hann sé ennþá að veita þeim einhvers konar hjálpar hönd samt. Já, ég held að myndi bara, það væri þó bara ef þeir ætti að spila á móti hver öðrum sem þetta myndi eitthvað koma til kastana, sko. Já. Ég held að, þú veist, þetta er lið sem að við sjáum bara, þú veist, hvað er í gangi í þessum klippum, skilur, það er bara einhver eigi mynd eitthvað að drepa lúnuna hjá hérna Sverri, þú veist, þetta er mjög skrítið dót, sko. Ef það er ná að búa til svona skrítna leiki, þá bara, þú veist, þá er allt hægt, sko. Og þeir eru mjög sterkir bara á hæggrundinu, sko. Þú veist, við höfum séð það að þeir pikka hetjur sem eru náttúrulega sterkir á hæggrundinu, það er erfitt að komast upp til þeirra. Þeir eru góður að fæta, þeir eru með skýra sýn á, þú veist, þeir eru að fylgjast með Rose. Þeir eru að, þú veist, fylgjast með leinunum, hvar þau eru staðsett. Þeir eru sterkir í að berjast, þeir pikka heti sem að, þú veist, þeir eru ekki að pikka Enigmu sem er með 3 mínútna cooldown. Þeir eru að pikka heti sem að... Einmitt, low cooldown. Frekar low cooldown. Fæta mikið. Geta barist. Ég held að Smokey sé einmitt mikið að leiða liðu. Sjáum hérna Epic Rampage á honum á móti verktakaþjónustunni. En já, hérna er einmitt Nakata komin á klokkinn, valda usla. Já, við erum að tala sko, þú veist, Dota 1 kempur hérna. Þetta eru menn sem eru búin að vera að spila síðan að þú varst bara í Ég var ekki fæddur, sko, já, eða það. Þetta er sko, já, þetta er örugglega bara síðan að þú varst bara á brjósti, sko. Já. Þessi gæjar eru búin að vera eitthvað á Battle.net að pika pía, sko. Þannig að það er, þú veist, þetta smá transcendar svona eitthvað, sko, Dota 2, hérna, MMR-stigan, sko. Já. Ég er mjög spenntur fyrir þessu liði, en ég get ekki með fullir samfæringu sagt á í BTR. Ég held að þetta verði brekka fyrir þá. Já, ég held þessi mitt. Ég held að þetta væri annað liði í DTR, sko. Ég held þessi ofalega í DTR, þess að þeir fara fyrir framann PFF samt, af því að við höfum séð á sanna sig, við höfum séð á standa í liðum sem eru talsvert betri en þau á blaði. Þannig að ég held að TDA Junior geta virkilega verið einhvers svona Dark Horse og komið liðum á óvart, sko. Já, þeir eru ég held að á heldur naglan höfuð, sko. Þeir eru Dark Horse mótsins, held ég, TDA Junior. Já. Og ég er mjög spenntur að, þú veist, já. Þeir eru, þú veist, það er ógeðslega gaman að horfa á. Þeir spila fyndnar, eða svona, fyndin picks. Þeir spila bara óhefnbundið Dota en eru samt með sinn leikstíl og það virkar fyrir þá. Já, og það er gott, sko, strategically. Já, og það er mjög gott, sko. Og þú veist, já, Smokey er frábær spilari og ég held að hann sé svona leiðtoginn þeirra innan vallar. Þannig að, já, bara virkilega spennandi lið. Já, hafa coachinn hann á hliðalínu til aðstofa sig, það er alltaf pluss. Já. En þá er það fyrir að stýta þessu í þessu, það er TDR sem er næst. Nú, þetta er hitt All-Stars liðið. Þetta er Brummi All-Stars, sko. Já. Við erum með Brumma, mitt. LeBron Slunk, safe lane. Einmitt. Hundur og Pollur, offlane. Já. Þetta er episk lið. Þetta er það og mér skilst að þeir hafa verið með bara áheyrnapröfur. Já. Það var bara best of the best. Kasta í bíómynd bara. Já, bara best of the best teknir hérna inn. Og þeir eru með Axaran, varamann líka. Axarin varamaður, sko, þú veist. Ef að Axarin er á bekknuðinu, sko, þú veist, þá
Ég veit Þá ertu á góðum ég stað, veit ekki traustari mann til að hafa á bekknum sko. þá- Þó að það sé náttúrulega synd og skömm að hann sé ekki í byrjunarliðinu sko, þá bara enginn sem ég treysti betur fyrir að vera það sko. Einmitt. Og við erum að tala um MVP litlu kraftdeildarinnar, Pállinn að spila fjarka hérna Já, með Slöng sínum lærimeistara. og Brummi náttúrulega var þjálfarinn hjá TSR líka sem lentu í öðru seti. Einmitt, já. Og þeir eru með sko, það er náttúrulega það sem er kannski stærsti kosturinn sem ég sé að þetta liða. Þeir eru mjög skýrt identity innan leiksins. Þeir vita mjög vel hvernig þeir vilja spila bara út frá þessari fyrstu seríu. Einmitt. Og þetta matchar við spilarana. Þetta er pressu dota. Þeir hafa spilað saman bara í hve lengi sem Já, ég var bara á brjósti. sko. Við erum ekki alveg það gamlir enda en alltaf. En sko þeir vilja fá lead early og þeir vilja halda því og þeir vilja kæfa áunin. Og þú veist, og þeir eru góðir í, þeir eru með þú veist, þeir eru með þetta bara draw clock, búin að spila þetta 1000 sinnum, svo kemur eitthvað disruptor troll eða eitthvað, þú veist, þeir spila mjög mikið saman sko, þeir pubba mjög mikið saman bara í all-pick sko, og það, þú veist, það borgar sig mjög vel held ég í svona aðstæðum. Og bara geðveitt góður að fæta, þú veist, það er bara það sem þetta lið, skilur, allir sem spilar eiga samlið, þeir eru bara geðveitt góður í að fæta hinnar heitunar og spila aggressively og secure eitthvað lít sko. Það er smá spurning, það er All-Stars vandamálið, er að fara að vera skýrleitt í leiknum. Mér skilst að, ég talaði við Slöng í gær, hann sagðist að hann væri í shotcallerinn sko, og ég held að það sé gott sko, ég held að hann sé svona maðurinn sem að öskra hæst sko á öllum þessum, en Brummi hefur náttúrulega verið leiðtogi í sínum liðum, en ég held kannski svona svipað með Fannar að það sé bara gott að þú veist, það sé bara góð sviti að hann fái bara að vera millenurinn, sko. Þú veist, bara spila sína miðju og einhvern veginn. Já, þannig að hann er sem meira að hugsa bara sinn leik frekar en að þurfa að vera einhver að pæla í liðsdeildinni. Setja saman strategíinu og þú veist, hjálpa allum með það sem þeir eru að vera að gera svona. Og þú veist, Slöng er þessi commander, sko, að ef þú ert eitthvað standandi inn í Woods að farma meðan hann vill vera að pressa sko, þá byrjar bara, þú veist, þá byrjar hann að öskra á þig sko. Og það er frekar brútal en það er svægt. En já, eigum við að henda þeim á týrlistan? Já, sko, þetta sko bara, þú veist, það má ekki sko, það verður að íhuga, þetta er ég held að þetta sé sko, ég held að hann sé sterkast í millinni í þessu móti. Já. Þú veist, hann er bara ég er sammála. Þú veist, það er bara, hann er með eitthvað ekstra sko dæmi. Og hann er með ógeðslega stór týrabúl. Hann er ógeðslega góður að leina, hann er ógeðslega góður í þessum og pressið playstyle eins og tölum. En þú veist, það er alveg spurning, erum við að fara að mæta sko, er þetta að fara að tryhard Brummi, er þetta að fara að vera Rubik Brummi? Já. Hann á Chen Brummi sko, hann er búinn að peka Chen einu sinni og hann er svolítið og sáleikur var tæpur sko. Já, þetta er svolítið two-face situation sko, að þú veist, hann getur verið bjargvætturinn eða ógnarvaldið sko. Og málið náttúrulega með þennan týrlista að nú erum við Brummi jafnaldrar, við erum komin til ára okkar. Já. Við erum orðið 31 í ár. Já. Það er mjög erfitt fyrir Brumma að vera í S-tier sem er 2016 Brummi level. Þannig að þú vilt setja hann í A-tier eða hvað? Þannig að ég er hræddur að sko eins góður og þeir eru, þá eru þeir ekki í 2016 Brummi level góðir. En ok, þá kemur mér smá counterpoint. Hafa þeir einhvern tímann sett saman svona All-Star-lið eða? Ég er að spyrja, ég man ekki alveg sko. Það er alveg lið sem eru close sko. Já. Það er TSR verktakarnir. Þeir voru nokkuð öflugir. Þá erum við að tala um Brumma, LeBron, Ingmund, Snorri og það er svona, já, Snorri, PS, hundurinn. Þetta var helviti öflugir lið sko. Já, mitt. Og Slöng, já. Slöng, já. Þannig að þú veist, ég get ekki með, þú veist, mér finnst Next Level Gaming vera stigi fyrir ofan, sko. Ok, já, bara fremstir í allt og góður þá. Allt og góður. Já. Já, þetta er virkilega sterkt lið, en sko, það er bara, þú veist, það er bara takmarkað
takmarka margir sem að ná þessu Brummi 2016 level sko og Já. á eftir að sýna sig hvort að TTR ná í því sko. Einmitt. Voru komin einhver svör frá chatinu fyrir okkar Já, fyrir Rafíþróttafélag Arína, það er spurning. Nú er production að hjálpa okkur með þetta. Já, við náttúrulega erum ekki dómbarir en það er engin niðurstaða, ok, þannig að það getur verið að Rafíþróttafélagið verði bara ekki á listanum, þá bara er það þannig, það er náttúrulega ekkert endalaus áhugi á þessu liði svo sem, en það erum við ekkert að bera það á borð endalaus sko. Já. En en þá förum við bara í Venus sko, sem er náttúrulega, þú veist, Venus er þekkt stærð í þessari senu. Já. Nú, þeir eru þrefaldir kraftafldeildarmeistarar, hafa spilað fyrir hönd Íslands í einhverjum mótum sem mann ekki alveg fyrir 2 árum allan spiluðu í ESF European Championship og hafa verið að representa Ísland svona síðustu ár. Já, akkurat og þeir eru mjög góðir í þetta, góðir að spila saman og Sölvi duglegur að stjórna þessu liði. Einmitt. Þarna sjáum við fyrsta leik þeirra í mótinu og Geislan glæsilegur á Doom og Robert á Warlock og Icefog undarbarnið að spila Pudge var sérstaklega hitinn í þessum leika við mann rétt. Það kemur okkur. Þessi var glæsilegt, þetta var glæsilegt. En við náttúrulega sko, það er ákveðin stærð með þann lista sko, sem einmitt, þarna er leikmaður sem er að spila Jungle Venno sko og það er ansi, þú veist, þetta er smá trikki að setja svona spilara á tierlista. Af því hann er faktisk ekki að spila leikinn sko, hann er sko að spila svona, þetta er svona álíka að spila World of Warcraft sko. Já, þú ert að keppa á móti sko creepum, ekki hetjum og það, þú veist, getur verið eitthvað advantage í því sko, en svona erfitt að setja þetta upp á móti, þú veist, liðum sem eru actually spila á móti öðrum spilum sko, og svo er náttúrulega hinn stærðin í þessu að þú veist, þeir eru með varamann. Þú veist hver varamannin er? Vektor og Arnir. Begli er varamann. Begli, já. Þannig að við lendum í ákveðnu vandamáli með hennan tierlista því að sko Begli getur náttúrulega ekki verið betri en Begli. Nei, það er smá... Sko, þetta er ákveðið pilleysi sem ég sá ekki alveg fyrir. En það er bara eitt staður fyrir þennan Jungle Venno. Það er F-tier. Sem er skýrður eftir Róberti. Já, einmitt. Þetta er komin heila hringjarna þessi tierlista vesen hjá okkur. Þarna er hann að drepa óvinafjarkan. Já. Ég er mjög hrifinn að þessu sko. Ég bara verð að segja eins og þér. Já. Mér finnst þetta frábær gameplay sko. Ok. En já. Þú veist, það er Róbert tier hérna. Ég veit ekki hvað ég á að gera við Róbert tier en ef ég get ekki sett Róbert í hann. Er ekki bara Venus og Arína í F-tier bæði eða? Sko, ég held að við sem komum með niðurstöður úr áhorfendakosningunni og mér sýnist að áhorfendum Rafíþróttastreymisins að þeir meti styrkleika mæti svo að Rafíþróttafélag Arína sé í F-tier. Þannig að við erum komið 2 lið í F-tier sem ég bjóst ekki beint við þegar við lögðum á stað í þessu vegferð. En ég er vissulega glaður að við náðum að sko setja lið í alla tierana. Já. Og þá höfum við það sem loka styrkleikamat á kraftafldeildinni í byrjun móts að gögnin sýna þetta alveg svart á hvítu að í Brummi 2016 tier er Next Level Gaming sterkasta liðið í mótinu. Á eftir því er alltaf góðir Brummi fyrst í TTR ásamt sínu liði og svo PVF, litlu kraftafldeildarmeistarar. Nú, betur en Begli eru nokkrir, það er svona miðju í liðin. Þar höfum við AH eSports, Óriðunhakkana, fyrir Gildakari og Snorradvargana. Svo kemur D-tierinn, liðin sem að munu eiga erfitt uppdráttar en eiga góðan sens ef þeir leggja mikið svona, ef þeir fara í svolítið vinnu.
það TDA Junior og 3K Heiðunar stegaklúburinn og svo það Robert hér sem Venus Esports og Arena rafíþróttafélag Arena. Já, þýðir þetta þá að Venus og Arena verði fyrstir til detta út í groups? Já, það mjög erfitt að spá framtíðina og allt getur gerst náttúrulega. Next Level búin að vinna? Nei, þetta svona ákveðið mitt mat út frá gögnunum eins og það í dag sko, en það talsveit þetta þarf þróast í gegnum group stage mótsinn sko. Einmitt. Þannig að ég myndi segja að svona lítur hlutin út í dag sko, en svo eigum við eftir að sjá liðin mæta hver öðru sko og þá mun svolítið svona fara að skýrast hvað línunar í hverjir eiga sterkasta sénsinn sko. Já. Og ég verð að segja, ég mjög spenntur bara fyrir þessu móti og þessum liðum sérstaklega. Ég held að við séum með mjög gott selection af svona fjölbreyttum liðum. Það mörg skemmtileg storyline hérna með bæði með þjálfarana og sönstu deild og svona þessi lið sem spiluðu í litlu kraftdeildinni, áttu góða bætingu og góða mætingu í bland við gamla kempur sem eru eins og TDR sem mjög skýra hugmyndum leikinn og svo eitthvað nýtt eins og Next Level Gaming sem eru mjög svona spicy, nýtt hot lið með sem eiga eftir kannski aðeins að defæna hvernig þeir ætla að móta svona landslæðið. Einmitt. En já, eitthvað sem þú vilt bæta við með svona hvernig líst á þetta mót og þessi lið og hvað að fara að gerast? Sko ég bara mjög spenntur eftir að sjá öll liðin spila sko. Og ég vil minna bara á það eru leikir í kvöld, það eru leikir á þriðjudaginn. Heldur betur, það fullt af spili núna í kvöld og þriðjudaginn. Ég man ekki hvort það séu 2 eða jafnvel 3 leikir í kvöld. Allavega 1 staðfestur á þriðjudaginn, jafnvel 2, ég man það ekki alveg. Og við hvetjum alla til að grípa mikrofóninn og kasta. Það bara hjálpa okkur við að kasta þegar við erum líka bara sjálfur við stundum að spila og það gaman að þegar fólk eftir okkur hjálpar hönd. Einmitt, og við erum með fullt af leikjum, fullt spennandi leikjum og við viljum stríma öllum leikjunum. Það áhugið fyrir að horfa á þetta allt sko. Já, öllum leikjum verður strímað. Bara 100% sko. Þú sagði það. Já, það verður þannig. Já. Þannig að við viljum endilega fá alla með þetta í þessa vegferð með okkur sko. Og þetta alltaf ógeðslega skemmtilegt. Nú fá ég bara ætla að segja að ég elska Robert. Hann minn uppáhalds þóttaspilari. Það eins sem ég segja. En já, kraftdeildin heldur áfram og þetta samvinnuverkefni. Við gerum þetta saman og við þökkum okkar ágætu styrktaraðilum Red Bull og Oat King. Erum við að fara í framboð eða? Við gerum þetta saman. Já, við náttúrulega erum ekki lýðræðislega kjörnir sko, þannig að við þurfum faktisk ekki að fá stuðning samfélagsins sko, en við getum alveg látið þannig líta út sko. Já, bara propaganda En já, við erum kannski komin út í smá bulluna. Það var gaman að koma hérna og gera hann tírlista með Robert. Ég held að við höfum náða að greina þessi gögn vel og komist að rökréttu niðurstöðum styrkleikamatið. Shoutout á Dangul. Já, shoutout á Dangul. Við sjáum hvernig þetta spilast þetta út eftir nokkra mánuði hvort að við höfum rétt fyrir okkur eða ekki. Einmitt. Takk fyrir áhorfið og sjáumst í kvöld í Kraftadeildinni 4. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tilt Booth Challenge.
We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirl, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Karma may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.